Og leiklokið hérna í Brauð og Kóhöllinni. Allt góð. Leikurinn fór 66-92. Hvernig fannst þér leikurinn ganga? Svona á köflum ágætlega fyrir okkur og ég var bara mjög meðvitaður það að þetta gæti orðið hörku leikur og undirbjó liðið eins vel og ég gat svona hugarfarslega hvað það varðaði. Mér fannst við svona ná góðum köflum og nýta okkur svona ákveðin styrkleika sem við höfum en við duttum líka svolítið niður og ég var ekki ánægður með svona spilamennskuna á köflum og mér fannst vantar svona meiri aga og svona skipulag á því sem við vorum að gera en ég er mjög ánægður með að fara hérna með sigur. Var það aðalega þess vegna sem þú ferðir svolítið mikið til í leikmannahópnum? Já, það hefur kannski verið bara svolítið svona okkar stíll og okkar styrkur að reyna að vera með ferska fætur inn á vellinum eins mikið og við getum og það hefur svona reynst alveg ágætlega og það er góður andi í hópnum og menn gera sér alveg grein fyrir því að hópurinn er jafn og liðið getur grætt á því að við erum með ferska fætur á vellinum eins mikið og mögulega er. Telur að það hafi svolítið spilað upp á þegar við sigur þennan leik? Já, ég veist að það hefur nú hjálpað okkur talsveit í dag að leikurinn var svona svolítið jafn hjá okkur þó eins og ég segi það var alveg sama hvort það var þetta holl eða þetta holl, við duttum svo sem alveg niður hvort hollið sem var inn á hverju sinni, það var ekkert endilega bara þegar þeir sem koma á bekknum því að leikmennirnir eins og sé eru bara mjög jafnir og ég held að það hafi nú hjálpað okkur í dag, engin spurning. Hvað þýðir þessi sigur fyrir ykkur? Allir sigrar eru alltaf dýrmættir og það er alltaf miklu skemmtilegra að vinna en í þessu felst alltaf bara ákveðin lærdómur eins og þegar maður tapar þá verður maður auðvitað að læra af þeim töpum en maður auðvitað læra líka af sigurum, engin spurning. En þetta er bara dýrmætt í þessari miklu baráttu sem er framöndan, deildin í jöfn og liðin eru öll svona einhvern veginn í napp og þannig að hver sigur hann telur mikið. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Ljómandi.